En við ætlum að fræðast aðeins verkefnið Meistaramánuðurinn. Fólk að setja sér markmið og það kannski númer 1 og 3 að standa við það. En einn af þeir sem veit kannski meira þetta heitir Þorsteinn Kári Jónsson, einn af þeir sem stendur á bakvið þetta verkefni. Heill og sæll. Já, góðan blessa. Hvað segir þá? Herra, ég segi bara alveg príðilegt. Já. Ok, komið þig. Ég bara nokkuð góður. Vaknaði stemma í morgun og ég ekki allir að taka þátt í þessu? Algjörlega. Vonandi bara allir að keyra þetta í gang á fullri ferð. Nákvæmlega. Segðu mér aðeins frá þessu verkefni. Þetta er ekki fyrsta árið? Nei, enga veginn. Alls ekki. Þetta er í 5. skipti í raun sem við gerum þetta. Við byrjum á 2008. Það var ég á félag minnum Magnúsi Berg. Við vorum bara svolítið þreyttir á þessu öllu saman að vera kannski svolítið þreyttir á mánudögum og þriðjudögum og vera alltaf að snúa sólarhringum við í hverju viku. Bara svona, maður lendar margir í þessu, maður er bara komin í svona smá vítarhring. Það ekkert allir? Já, og síðan maður alltaf að tala um þetta. Alltaf að tala um þetta og gera aldrei neitt, þannig að við ákvæðum að við myndum gera þetta saman og getum við kannski sýnt hver öðrum smá stuðning og skrifum niður markmiðin og ákvæðum bara að standa við þetta. Fara snemma á fætur, út að hlaupa, fá sér gott að borða í morgumat og taka bara lífið svona rækilega í gegn, sjá hversu lengi maður getur svona haldið það út, settum okkur bara smá markmið hana með það og síðan bara bara hefur þetta undið upp á sig? Já, og síðan hefur þetta náttúrulega bara undið svona rosalega upp á sig. Já, nákvæmlega. En svona í hverju felst þetta verkefni nákvæmlega? Setja sér lítinn markmið þá eða? Sko, markmiðin geta verið stór og smá og það er í raun og veru ekkert sem að við viljum endilega vera eitthvað að tróða ofan í einn eða neitt hvað maður á að gera eða hvernig maður á að gera það, en við erum með tilbúin að hjálpa öllum eins mikið við getum og við setjum inn gott svona stóðefnin á interneti, bæðin á heimasíðun okkar sem er bara meistaramánuður.is og sendum út post á þá sem hafa skráð sig þar og það sem við styðjum við baki á fólki, en síðan erum við mjög virkir á Facebook líka og við raun og veru reynum að búa til svona smá svona netverk, svona stuðningskerfi þannig að fólk komist aðeins svona þægilegri gegnum þetta, þannig að þetta er ekkit auðvitað menn halda og það er virkilega svona það er margt sem að má huga í þessu og það er það eitthvað sem við reynum að safna saman upplýsingum og gera svona svolítið skilvirkni og þægilegt. Akkurat, það er nefnilega málið að það er mjög auðvelt að hugsa það, ég ætla að gera þetta og sumir setja sér of kannski stór markmið. Það er bara mjög margir sem gera það er málið er að sérstaklega kannski ef að þú ert að gera þetta í fyrsta sinn, það er rosalega margir sem að skrifa niður bara svona alla þá 50 hluti sem þeir eru búin að hugsa og bara marga daga að bæta á einhvern lista, en það er rosalega auðvelt þá að valda sjálfum sér smá vonbrigðum vegna þess að það er ekki auðvelt að fara bara inn í einhver skipta úr því að vera einhver glömgósi og skemmtikraftur í sínu einn lífi yfir í að vera svona einhver munkur eins og maður verður ef maður setur sér ofta markmið. Það er bara virkilega erfitt og það er oft þá sem fólk hertist bara lestin og gefst upp á þessu, þannig að ég mæli með því að fólk svona setji marki bærilega hátt, ekki óhátt. Algjörlega. Og það eru engin þátttökuskilyrði? Nei, það er nefnilega málið. Þegar við gerum þetta fyrst, þá fórum við snemma á fætur og við borðum hotlar, fengum okkur alltaf staðgóða morgunverð og við hættum að drekka áfengi, hreyfðum okkur vel og reyndum að koma því öll í fættaskoriður, en það er bara ekkert vandamál fyrir fólk að setja sér nákvæmlega þeir markmið sem það vil. Ég er búin að tala við aragrúa fólki sem er að gera þetta núna og margir sem eru kannski gera þetta í annað, þriðja, jafnvel fjórðaskipti og það fólk sem hefur náð kannski bara mjög fínum tökum á líkamsræktinni eða mataræðinu eða hefur kannski náð tökum á fjármálunum, en þá finnur það sér einhver annað sem maður kannski kom ekki að síðast eða einhver sem maður hefur lært að það vilji koma inn í lífsitt núna og það getur verið svo margt sem að það er að heimsækja ættingja sem að þú saknar eða hvort sem það er að
að búa sér til kerti eða hlusta meira á víniltónlist eða eitthvað í þá áttina. Það raun og veru bara algjörandi hverjum meginn komið. Já. Nákvæmlega. Við erum ekkert að setja fólk inn á skorður, sko. Nei, akkurat. Og ég sé inn á heimasíðunni meistaramánuður.is að það eru svona ýmsar spurningar, spurt og svarað. Já. Og það er til dæmis ég lifi eins og meistari alla daga, af hverju ætti ég að breyta því? Já, þú trúir því ekki hvað eru margir sem segja þetta. Já. Og ég held að sko að sem að væri langskemmtilegast fyrir þann sem segir þetta, það væri að ég væri til í að sjá hann ganga í flasið á Michael Jordan eða einhverjum svona sem hefur náðu í alvörunni góðum árangri í lífisinu. Það er nefnilega það sem að fólk sem nær góðum árangri og er rosalega sátt með sjálft, það er alltaf að íta sér veldig lengra. Og það þarf ekki alltaf að vera í einhverja eina eða aðra átt, það þarf ekki alltaf að vera með einhverja sérstaka fyrirmynd í því. En sko ef þú ákveður að vera þín ein fyrirmynd, finnur hvað þið langar að gera til að bæta lífið og síðan sko stígur út fyrir það einhverjum. Ítir er að lengra áfram. Það er þannig sem þú nær góðum árangri í lífinu og verður sáttari með það sem þú ert að gera. Þannig að ég segi nú bara við þetta fólk að það geti alltaf gert betur. Það er bara, ef einhver ætlar að segja mér að hans er orðin algjörlega fullkominn, þá ættum við bara að reyna að tala við einhverja mun stærri og flottari menn sem að geta að skrifa bók hann eða hvað. Já, algjörlega. Já, það er ekki, það er bara, maður geta allir gert betur. Það er bara þannig og það þarf ekki að vera stórt og þetta kostar ekki mikla peninga. En þetta er bara, ég meina eins og þegar við gerum þetta fyrsta ári, við vorum alveg sára fátæki námsmenn og það sem við gerum var bara að reyma okkur íþróttaskóna og fara út að hlaupa og þú veist, það kostaði ekki staka krónu og það er, þú veist, þetta á að geta verið eitthvað dýrt. Nei. Það er bara, þú getur gert svo margt skemmtilegt og oft nefnilega líka vill að vera þannig að þegar þú eyðir ekki miklum peningum í þetta, þá leggur meðal alúð í hlutina, sko, að þú fara að gera á eigin forsendum og lærir að meta handverkið og svona þinn eigin svona prósess sem að fylgir í að gera hlutina på eigin spýtur. Ef að þú ert alltaf að kaupa í góða mati að fara út að borða fínt, þá er það svo sem ágætið sjálfan sér. En það er rosalega margir sem að til dæmis fara að taka sig saman í andlutinu hvað var það eldhúsmálin og læra hvað er gott og gaman að elda og borða góða mat með fjölskyldunni og líka hvað er gott fyrir heimilisfjárhægin að læra að elda góða mat og læra alltaf með að frista góða matin sem þú borða einhvern veginn setni í vikunni eða hvað sem það vil gera, sko. Því að það mátt læra að gera hlutina sjálfur. Já, það geti kannski verið eitt markmið að eyða tíma með fjölskyldunni, meiri tíma. Já, það eru sko svo margir sem eru með svo skemmtileg markmið í kringum það. Hvort sem það er að leika meira af börnum sín eða elda skemmtilegri og hollari mat, það sem það getur notið með fjölskyldunni eða það sem að sumir segja að þeir ætla að hætta að vinna eftir kvöldmatt svo geti þá verið með börnunum og konunni eða kallinum. Þetta er svona hlutir sem þú talar oft rosalega mikið að gera. Það er að gera að taka allavega núna 30 daga í október og aðtöku hvort að þér finnst þetta ekki bara þægilega svona. Nákvæmlega. Venja sig á góða siði og góðar venjur. Já, og númer 1 og 3 að setja sér ekki á stór markmið og margt smátt gera stórt, eitthvað sem maður getur staðið við. Akkurat. Þannig að það er rosalega gott, við erum með setjum alltaf einn dagatalið hjá okkur. Það er alltaf að finna það bara á Facebook síðan hjá okkur og það er rosalega gott að geta skrifa markmiðið niður vegna þess að þá eru þau glasaði við þér á hverjum degi og það er svo mikilvægt þegar maður er að temja sér nýjar venjur að vera með einhvern svona einhver sem ítir að rofa nýður. Leðu sérð, þetta er einhver sem ég ætla að gera, þá eru meiri líkur á að gera það. Það verður allt svona átræðanlegur að gera það og það er að gera að fara einmitt inn á heimasíðunni eða Facebook og ná í dagatali góða því að það eru margir sem nota það til þess að komast í keppnum þetta. Hvetjum alltaf til þess að fara inn á meistaramánuður.is og taka þátt og skrá sig þetta. Það er ekki verið stórt, bara taka þátt og þótt að sé ekki nema vakna snemma og búum rúmið. Algjörlega, það er bara í raun og veru, þú veist, þá getur bara sett nákvæmlega þau markmið sem þú vil og svo lengi sem að þau gera þig hamingjusamur manni, þá er þetta göfugt markmið. Númer 1 og 3. Þorsteinn Kári, takk kærlega fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk einlega fyrir og gangi þér vel. Takk kærlega fyrir.